Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Harpa Henriksdóttir, móðir í Reykjavík og sonur hennar Hjörtur hafa tekið þá ákvörðun að segja samstöðinni sögu af baráttu sonarins við vanlíðan, sjálfskaða, fíkn og meðferð utan landsteinanna. Hvaða áhrif það ferðalag hefur haft á þau tvö, úrræðaleysi og kannski mætti segja kerfisbresti hér innanlands, vísbendingar fjárhagslega mismunun, en ekki síst sigrana sem hafa orðið í kjölfar meðferðar sem átti sér stað í Hollandi. Nú, svo margar spurningar í þessu. Hvers vegna þarf barn í vanda að fara til útlanda til að leita sér aðstoðar? Hvaða meðferðarúrræði standa börnum til boða hér á landi og hvað er ekki í boði? Kann það að vera að sumar fjölskyldur fá ekki þá þjónustu eða endurgreiðslu kostnaðar sem aðrar fái? Margt umhugsunarefnið. En veriði velkomin að Rauða borðinu, Hjörtur, sæll og blessaður og takk fyrir að koma hingað, nú Hugrakkur og Harpa, takk fyrir að koma. Takk fyrir að bjóða okkur. Það verður forvitnilegt að heyra hvað þið hafið að segja. Ég er sem að byrja, Hjörtur, á að reyna svona aðeins að kynnast inn í sögu. Hvað ertu, 17 ára gamall í dag? Já. Já. Og það eru nokkur ár síðan þú lendir semst í vanda. Hvernig hafði lífið verið fram að því hjá þér? Það var búið að vera frekar erfitt. Ég var búin að vera með rosa mikið, ég var rosa þunglyndur og kvíðinn. Já. Og eiginlega bara ekki að gera neitt. Ég var bara, ég veit ekki hvernig það skilur, ég var bara mjög þunglyndur. Svona óvirkur. Já. Já. Ég þekki aðeins þunglyndi sjálfur. Áttur erfitt með að fara bara fram á rúminu eða? Já, það var alveg, ég var svona hættur að fara í skólan. Já. Og eiginlega hættur að gera flest. Já. Og veltur því fyrir þér hvað er að mér? Já, eða þú veist, ég vissi eiginlega hvað var að mér. Hvað var að þér? Það var bara rosa þunglyndir og ég vissi það þá líka. En þú vissir ekki kannski hvað skóp þunglyndið? Nei. Nei, það er náttúrulega flókin spurning. Og geta vist verið ýmis svör við því, sagði geðlæknir sem að hér var staddur við Rauða borðið á dögunum. Það er nú þannig oft með fólk sem líður ekki nógu vel að það leitar í einhver úrræði til þess að komast burt úr vanlíðan og þú hefur fundið þér einhverjar flóttaleiðir. Já. Hverjar voru þær? Ég byrjaði í neyslu það var rosa mikið bara svona ef ég gæti fundið eitthvað í húsinu eins og ADHD-lyf, allir í fjölskyldunum með ADHD. Já. Nema ég. Já. Þannig að já, þú lærir það svona. Sem myndi ég svona, ég náttúrulega var ekkert í vinnu eða neitt, ég var 13 ára. Já. Þannig að ég myndi safna saman svona öllum peningnum sem ég gæti fundið eða stólið af ykkurum. Sem myndi ég kaupa eitthvað svona afganga, það er besta sem ég get lýst þessu. Já. Og hjálpaði þér að einhvern veginn áður betri einbeitingu eða hvað áhrif hafði lífinu? Nei, ég held að það sem var að hjálpa mér að ég náði ekki neinni einbeitingu. Ég gat ekki, ég bara eiginlega hætti að hugsa í svona ár. Já. Ég veit ekki hvort þú vilt tala um það en varstu eitthvað að kaupa efni? Ha? Varstu eitthvað að kaupa efni? Já. Veist. Það er það sem ég myndi með þarna afgangar. Já, af dílerum bara. Já. Voru þeir á skólalóðinni eða þú varst kannski ekkert mikið í skólanum? Það var eiginlega bara svona, þegar ég var í Reykjavík, kannski ekki hefði mér eitthvað og síðan var það eiginlega bara að
voða að stela af fjölskyldunum minni. Já. Varst að flakka á milli Reykjavíkur og hvað, Ísafjarðar? Já. Já. En ég fór ekkert mjög oft til Reykjavíkur með svona. Nei. Þannig að þegar neyslusagan hefst, ertu þá á Ísafirði? Já. Og þú ert þar í skóla núna í MI? Já, einmitt. Og mamma henni hefur nefnt við mig sjálfskaða. Er það tengt neyslutímabilinu? Já, það var eiginlega að gerast á sama tíma en það byrjaði samt á undan. Það er svona mín fyrsta svona addiction, fíkn. Já. Viltu deila þið með okkur hvers konar sjálfskaða þú? Ég bara var að skera mig frekar mikið þegar ég var svona 12, 11, 13, 14. Og svo var alls konar önnur. Já, sem varð ég smá svona creative with it. Já. Þú veist, hann reyndi bara að finna allar leiðir sem hann gat einhvern veginn til að skaða sig. Já. Þú veist, Já. Ég man eftir að til dæmis að stökkva fjórhjóli á ferð. Það er líka sjálfskaði. Ég stakk ekki af fjórhjóli á ferð. Já. Frendi minn gerði wheelie og ég datt af. Ok. En sem sagt, þú leitar í sjálfskaðan, spyr ég núna því að ég þekki ekki alveg þá deild, er það til þess að manni hætt að líða illa einhvern veginn á einum stað og færi sársakan til yfir í hið líkamlega? Það fer smá eftir, það er stundum það sem það er svoleiðis. Og stundum er það bara svona þegar manni líður illa og manni líður svo illa að manni langar bara að líða verð. Já. Þannig að það var stundum í því sem manni langaði bara að líða eins illa og vera hægt og þá Já. Einmitt. Harpa, hvernig var fyrir þig að upplifa þetta skeið? Þetta var náttúrulega rosalega erfitt. Já. Þetta var þetta er svolítið álag fyrir foreldra að vita aldrei og vera einhvern veginn með svona stórt barn sem að þarf að passa bara. Já. Eins og með þetta. Já. Og á þessum tíma þá vissu við ekkert að hann væri byrjaður ykkur í neyslu. Nei. Og svona eftir á hyggja þá sáum við kannski að þetta var kannski ekki jafn óútreiknilegt og við höfum haldið ef við hefðum vitað að hann væri í neyslu að þá hefði þetta kannski átt sér einhverjar betri skýringar eða svona. Já. Fyrir okkur þá var bara komu og fóru einhver svona tímabil þar sem var bara stundum bara allt í lagi og svo kom bara eitthvað algjört rugl og en þetta var auðvitað rosalega erfitt og hann var líka svo lítill. Hann er bara 13 ára sko, 12-13 ára þegar þetta er að svona er að ná þarna svona hápunkti og svo þú veist gerist þetta mjög hratt vex mjög hratt þessi vandi og verður alltaf bara við tökum bara líf okkar allra. Já, svefnlausar nætur og bara, þú veist áhyggjur og sita fyrir framan herbergishurðina og vona ekkert gerist. Já. Einhvern veginn. Já. Hvenær farið þið svona að þú hvenær ferðu að velta því fyrir þér að drengurinn sé í það miklu vanda að það þurfi aðstoð og hvernig hefst það ferðalag? Sko ég var svo byrjað að hugsa, þú veist, hann liði rosalega illa, við vissum það og hann, þú veist, það fór ekkert fram hjá neinum. En svo þú varst sannlega í 7. bekk þegar hann segir í fyrsta skipti bara ég held að það sé best að ég deyi núna bara, ég nennis ekki. Og það er svolítið svona sjokk fyrir foreldra að heyra. Eina barnið þitt? Nei, hann á eldri systur sem er 4 árum eldri. En já, það er svolítið sjokk fyrir foreldra að heyra og fá svona bara ok. Og þá förum við svona og við fengum rosalega góða viðtökur við þessu. Einhvern veginn að það er, þú veist, kerfið stekkur allt til. Geðdeild bugl eða hvað?
Nei, Nei. Ekki strax. Ekki strax. En þú veist, barnavend heima á Ísafirði og skólahjúkan í grunnskólanum, stórkostleg kona sem að bara, þú veist, grípur þetta mjög vel. Og þá fer hann svona í sálfræðitíma og ýmislegt svoleiðis en þrátt fyrir það, þá spíralar þetta bara niður á við eftir þetta og það bara svona heldur áfram og alltaf þetta undirliggjandi bara svona við bara rosalega hræddum hann og hann að finna nýjar og nýjar leiðir til að fara sér á voða. Og þetta er svona, það líða nokkri mánuður áður en hann fer í fyrsta skiptin á Bugl. Já. Áttu góða sögu af því að segja? Var það gott að fara á Bugl? Það hjálpaði mér ekki. Nei. Það var, það eiginlega bara svona hjálpaði að halda mig lifandi í næstu 72 klukkutímana eða eitthvað. Já. En það var eiginlega ekki mikið sem að þau gátu gert fyrir mig. Nei. Og gerðu fyrir mig eða eitthvað. Einmitt. Og hvaða úrræði voru þá í boði? Þá var náttúrulega lítið í boði og sérstaklega svona því að við vorum ég man alveg bara eftir því þegar ég hugsa bara ok, þetta er bara vonlust, það er ekkert hægt að gera og það er eiginlega þá höfðum við náttúrulega byggum á Ísafirði á þessum tíma þá höfðum við verið fyrir vestan og hann hafði gert alvarlega tilraun til sjálfsvíks og við erum flutt suður með sjúkraflugi og honum er bara skuttlað beint inn á Bugl og ég er náttúrulega með honum og við erum þar í 3 daga svo er verið að útskrifa hann þaðan úr svona neyðar innlögn á Bugl og mér er sagt í svona útskriftar viðtali að svona nú verði ekki löng bið eftir hann komist af kannski bara svona 8-10 mánuðir og þá var mér náttúrulega allri lokið og ég spyr og hvað gerist þá? Þú veist, eftir hverju erum við að bíða? Og það eiginlega gat enginn svarað þeirri spurningu. Þú veist, við vorum bara að bíða og hann átti bara einhvern tímann að komast að en við bara vissum ekki eftir hverju við vorum að bíða. Nei, og hver dagur í raun ákveða hættu ástand. Og hver dagur ákveða hættu ástand og þarna voru búin að vera svona stigvaxandi sjálfskaða atvik og þarna vissum við ekki að hann væri í neyslu en hann var komin í neyslu þarna og neysla er náttúrulega ekki nema sjálfskaði. Þetta er bara þetta er það og þarna bara hugsaði bara hvað, þú veist, við getum hann lifir ekki svona lengi var eiginlega mín hugsun þannig við getum ekki beðið eftir hverju sem það er sem við erum að bíða eftir og þá eiginlega kemur svo hugmynd frá vinum sem að búa erlendis ég var að býsnast yfir þessu við þau og þau þekki ekki íslenskt samfélag eins og við gerum og okkur finnst bara svo eðlilegt að þú veist, þú ert í röðinu og þú bara býður í röðinni einhvern veginn og þú ert að býða eftir einhverju og þau fóru að spyrja mig sko af hverju af hverju gerið ekki eitthvað annað, af hverju farið ekki eitthvað annað af hverju eru það að býða eftir þessu ríkisúrræði, af hverju farið ekki eitthvað einkarekið og ég segi það er ekkert það er ekkert til þau bara þarf ekki að vera Íslandi og þá svona, heyrðu já, býtu það er nú, þú veist það er nú kannski eitthvað til og við förum að skoða þetta og þetta er í loki janúar 2022 og við förum á stúfana með hjálp sko bæði
sálfræðings sem hann var að fara, sem hann gekk til þá, sem að hjálpar okkur að finna rétta staðinn sem að hægt væri að senda hann á eða þar sem eitthvað væri hægt að gera fyrir hann og það trúir þessu náttúrulega enginn sem að hérna er búin að bíða eftir úrræðum í íslenska kerfinu en við finnum sem sagt þessa meðferðarstofnun í Hollandi í byrjun febrúar. Þannig séð bara á eigin vegum. Já, bara á eigin vegum og höfum samband við þau og þau báðu okkur innilega afsökunar á því að það væri svolítið löng bið hjá þeim þannig að hann kæmist ekki að fyrir í byrjun apríl og þá eiginlega, þú veist, þetta er eins og eitthvað djók í eyrum þeirra sem eru búin að bíða hér árum saman eða að bara hann þurfti sko að bíða í næstu 8 vikur eftir að komast að. Hvernig leist þér á þá hugmynd þegar svona þú fórst að velta þessu fyrir þér að fara til Hollands í meðferð? Ég var eiginlega bara frekar til í þetta. Orðin smá þreyttur að líða alltaf illa. Já. Þannig að þú varst til í slegin. Já. Þannig að þú ert þá þegar kannski komin í ákveðna uppgjöf því að það ekki, þarf maður ekki svolítið að hafa gefist upp til þess að vera viljugur til þess að þykja svona úrræði. Já. Gildir það ekki bæðið börn og fullorðna? Já, það er mitt. Og hvað gerist svo? Síðan fer ég bara í þessa meðferð og smá hann alltaf byrja allir frekar pirraðir og vilja ekki vera þar. Já. Mér svo þótt ég vildi fara þangað, þá var samt ég kom og ég fór ég þarf að fara heim núna. Já. Og ég spurði mjög oft leið mér aldrei. Varstu með öðrum börnum? Já, ég var með hóp frá, það var aldurstakmarkið 13 til 25. Já, og þú ert bara 13? Já. Þannig að það er engin yngri en þú þannig? Nei. Nei. Já. Hvernig var það? Að vera bara svona lítill? Það var stundum það sem var svona Já. ég myndi gleyma í stundum að þetta voru ekki svona allir jafnaldra mínir. Nei. En það var stundum það sem ég myndi muna og þeir eru bara ekki, já, ég er búin að vera í neyslu í 10 ára og ég já, gamall. Hugsaðu stundum, ég er alltaf ungur til þess að hætta í neyslu því að neyslan hefur þó létt mér lífið þegar ég veit ekki hvað ég heiti. Já. Já. Það var ekki jafn mikið á meðan ég var í meðferð. Þegar ég kom út úr meðferð þá byrjaði ég að hugsa ég hef alveg góða ára eftir í neyslu í mér sko. Já, gerist það bara eftir á. En út á hvað, svona, hvernig getur þú labbað í gegnum þessa daga, hvernig meðferðinu var háttað? Já, þetta er þetta er svona rosa mikið bara að fara í svona hópsjálfræði. Já. Og síðan er einstaklingssjálfræði og það er bara rosa mikið á því á hverjum degi og síðan fá að gera svona skemmtilega hluti og leika okkur aðeins á milli. Já, þurfum við rosa stífur rammi Já. á hvernig maður fer á fætur og hvernig maður borðar. Já, þetta er alveg svona við myndum koma inn og skrifa niður svona lítið dagatal. Já. Og það er bara svona á 5 mínútur fresti skrifa niður, labba út núna, borða núna. Þannig að það er mikil regla og ægi. Já. Hvernig gekk þér að fást við það því að þú hefur sagt okkur að þú mættir ekki í skólan og lífið var eins og það var? Það var smá erfitt í byrjunni, þú veist, að þurfa alltaf að vakna og eiginlega gera sama hlutin á hverjum degi. Já. En síðan var það þess að þú veist bara þægilegt. Mér finnst mér þægilegt að fá að gera bara sama og vita hvað ég ætla að gera hverjum hálftíma fresti. Þannig að þú fannst skjól í rútínunni? Já. Já, einmitt. Og allir töluðu ensku eða hvað? Já. Já, það var svona alþjóðleg deild. Þau eru með bæði hollenska deild og svo alþjóðlega deild. Já. Svona... Og þú kynst þarna krökkum og ungmennum úr ýmsum heimshornum. Já. Já. Manstu eftir einhver svona augnabliki í meðferðinni? Margir alkar tala þegar svona
kom aha augnablikið sem breytti öllu, manstu eftir einhverju svoleiðis? Nei, það var eiginlega ekkert svona eitt. Nei. Það var eiginlega bara svona, þetta er eiginlega illa útskýrt. Það var bara svona hægt að rólega broti mann niður. Já, brotna niður þessar varnir. Já. Já, einmitt. Þetta er hvernig þau segja þetta, sko. Þau byrja fyrstu 4 vikurnar og bara brjótaði niður, leggjaði einhaltið smá. Ok. Og síðan þessar næstu 6 vikur, þá voru þau svona að byggja manni upp og gefa manni svona, láta mann vita hvað að gera og svoleiðis. Svona ráð út í lífið, Já. verkfæri. Það mætti líka þessu við að þeir segja að reyna að reka út einhvern vírus og svo kemur nýtt Já. forrit og já, þetta hljómar mjög spennandi. Fannst þér, fóru þér að finnast vænt lífið í þessari meðferð? Já, Aftur? ég var bara orðin mjög glaður þarna í endanum. Já. Nú ætla ég aðeins að blanda saman hinn og andlega og veraldlega. Já. Þegar þið foreldrarnir tókuð ákvörðun að hann færi til Hollands. Já. Hvað með kostnað og svoleiðis? Sko, þetta kostaði 11 milljónir. 11 milljónir þessi eina meðferð. Já, þetta kostaði 11 milljónir. Já. Og við eiginlega ég tók þá ákvörðun að það væri ekkert annað hægt að gera en að gera þetta bara. Deildi sá kostnaðar á okkur foreldrarna? Já, sko við hérna okkur datt ekki í hug strax að þetta væri eitthvað sem að væri hægt að fá eitthvað stað frá, að því þetta var bara svona einhver ekki úrræði og við bara vorum ekki og höfðum ekki hugmyndaflug í það. Þannig að það sem við gerðum var í rauninni að við hérna, ég seldi húsið mitt og fekk þar hérna 5 milljónir sem eftir að búið að vera að borga upp láninu og svona. Hús fyrir vestan. Hús fyrir vestan, átti þá 5 milljónir sem að hægt var að nota. Já. Og svo snöpuðu við 2,5 frá vinum og vandamönnum. Já. Svona okkar næsta fólki. Já. Og svo hérna vorum við bara í lausu lofti með rest. Já. Og þannig förum við af stað. Já. Og það þurfti ekki að borga allt strax, þurfti ekki að borga allt fyrirfram. Þannig að við byrjum bara á þessu að borga þessar 7,5 sem við gátum bara fengið svona með hraði og svo förum við í rauninni, það er safnað fyrir honum. Það er bara ókunnugt fólk sem að við bara þekkjum ekki neitt sem að hérna í rauninni borgar þessar 2,5 eða rúmlega það sem að upp á vantaði. Frábært. En í þessu vesenu öllu þá læðist nú að okkur svo hugmynd að mögulega sé hægt að fá þetta fjármagnað af sjúkratryggingum. Og hérna og það var nú eiginlega barnavernd sem að svona og skólahjúkan sem að svona bend okkur á það væri nú kannski hægt. Og hann hérna og þá förum við nú svona aðeins að skoða það og það er vissulega þannig að Sjúkratryggingar Íslands þær borga fyrir læknismeðferð erlendis ef að það er þannig að það er ekki hægt að veita þjónustun á Íslandi eða það er svo löng bið eftir henni að það er ekki verjandi. Þetta er svona þegar fólk fer í mjaðmaskipti erlendis ef það er of löng bið og ekki hægt að. Og varstu vongóð að þessir 8 mánuðir sem að hefði tekið hann bara að halda áfram í einhverju geðlæknismeðferð en er náttúrulega kannski ekki samt meðferð neitt í líkingu við þetta? Nei, alls ekki í líkingu við þetta og hérna og hann var náttúrulega því að við vorum búin að vera það lengi að inn út af bugl og í þjónustu barnaverndar og við erum búin að fara í MST og það í rauninni búið að fullnýta öll úrræði sem okkur stóðu til boða og svo erum við að bíða eftir einhverju sem við vissum ekki hvað var og hann Grímur Atlason hjá Geðhjálp, hann aðstoðar okkur við að hérna fær bara
lögfræðinga við Geðhjálpar til þess að aðstoða okkur við að gera umsóknina til sjúkratrygginga þetta. Að fá þetta greitt og við vorum samt ekki vongóð af því að þetta hafði aldrei verið gert. Já. Þetta hafði... Er Hjörtur fyrsti? Já, þetta hafði aldrei verið gert, þannig að við vorum alls ekki vongóð en vorum svona ákváðum að láta á að reyna, prófa þetta, því að ég meina, það gerist þó ekkert nema við fengjum nei og þá værum við bara í sömu vandræðum við vorum þegar búin að koma okkur í, sko. Þannig að og þessi umsókn var bara rosa vel unnin og lögfræðingurinn hjá Geðhjálp gerir þetta bara alveg, tikkar í öll bóksinn og fer yfir allt og það fer með umsókninni náttúrulega allar vottorð frá læknum og skýrslur frá barnavernd og frá MST og öllum þessum sálfræðingi og öllu því sem að svona tímalína yfir öll útköll á sjúkrabíla og bara það er bara mjög ítarleg yfirferði yfir það sem að þið þurftu að sanna með gögnum hver neyðin væri mikil í hver bráðri hættu hann var og okkur algjörlega að óvörum þá var þetta bara samþykkt. En og það var reyndar líka, sko, við þurftum að fá staðfestar vottanir frá Yes We Can sem er meðferðarstofnunum sem hann var á úti, vottanir einhverja svona evrópskar vottanir fyrir sjúkrastofnanir og svoleiðis, sko. Og það bara rúllar allt í gegn og er bara samþykkt án athugasemda sem að 11 milljónir krónur kostnaður. 11 milljónir krónur kostnaður. Það er sem sagt 10 milljónirnar sem meðferðin kostaði og svo ferðakostnaður til að fara út og að við færum og allt þetta. Já. En þegar barn sem maður á lendir í svona krísu, þá gerir maður bara allt. Þá gerir maður bara það sem það að gera. Til fjár og þeir sem sagt vaðið í þetta án þess að í rauninni. Við vöðum á stað án þess að sko vita hvar það endaði. Þú veist, ég meina í versta falli hefði þetta bara verið sko yfirdráttur og kreditkortaskuld, sko. Þú veist, þú getur ekkert. En eins og þú sagðir, þú seldir húsið. Já. og þú veist, en maður getur ekki, þú veist, það er auðvitað eitthvað erfitt og vesen og alls konar, en sko ef við hefum ekki gert það, þú hefur ekkert val. Nei. Þú gerir bara það sem það er að gera, sko. Ég tengi bara mjög sterklega við þetta. En svo fáum við þetta allt endurgreitt. Já, þannig að það er heldur betur svona gleðifregn og bónusinn í þessa sögu. Já. Leið mér aðeins að koma því á eftir, sko, hvort það er þannig með alla og hver svona gagnsætt og skilvirt og hvort það er jafnræði í þessum bransa. En víkjum þá aftur sögunni til þín. Þú kemur heim eftir hvað, 3 mánaða? Já, svona bil 10 vikur. Já, 10 vikur. Og þú ert mun hressari þegar þú kemur heim heldur en þegar þú laðir að stað. Já, miklu. Já. Bústaður af hvað nýrri von og svona. Já. Og verkfærum. Já. Og verkfærum, já. Hvers konar verkfærum? Þetta var svona, ég var náttúrulega búin að læra eiginlega hvernig á að vera edrú. Já. Það er mikilvægt að vita þegar maður vill vera edrú. Já. Og síðan var ég komið með rosa mörg svona, hvernig á þess, svona krísuplön eiginlega. Og náttúrulega ég kom líka, þegar maður er búinn í þessu, þá fær maður að fara á svona fundi. Það er eiginlega smá svona eins og bara AA eða NA fundir nema með öðru fólki úr sem var í þessu. Já, og þá tengt sjálfskaðanum eða því eða? Hvernig hópur er það sem Þetta er bara hópur af fólki sem er nýbúið í þessu í meðferðinni. Já. Og þetta er bara svona,
það svona Er þetta það hópur sem er bara of ungur til þess að vera inn í eða? Já, en ekkert endilega. Nei. Þetta er eiginlega bara svona svo maður haldi tengsli við fólk sem að Já. fór í þessa meðferð. Þú hittir jafningja þeina. Já. Já, og þeir getið deilt sorgum ykkar og sigurum og borið saman og hjálpa hvert öðru. Já. Og þið tengist kannski þannig að þið getið haft samband á millifunda og svona. Já. Já. Og náttúrulega þetta að sko allir sem að voru að mæta á þessa fundi voru búnir að ganga í gegnum þetta sama prógram. Mm. Hversu þetta er ekki bara því 12 skrefin, þetta eru þetta eru 10 actions og þeir eru svona næstu því að sama en aðeins öðru í sig. Já, einmitt. Kemur kannski engin guð við sögu í þessu? Nei, þeir segja higher power sem maður getur valið hvað það er. Það er enda svolítið líka þannig að guð eitthvað orðið yfir aðri mátt. En já, þetta er hérna þannig að það hefur skiptið miklu máli að geta kannski hætt að pukrast með leyndarmálin og hvernig það er leið og Já, einmitt, akkurat. Myndirðu segja að það hafi verið þýðingamikill þáttur í batanum að fara í þetta fundaprógram og vera með öðrum krökkum? það hjálpaði mér rosa mikið. Ég fór líka alveg svona 3-4 sinnum í þetta. Ég var alltaf lengi. Já, þetta, sko, það fylgir í rauninni alltaf eftir þegar þau eru búin að vera 10 vikur úti þá er alltaf 10 vikur í viðbútt þar sem þau eru að mæta á þess að fundi að minnsta kosti 2 í viku. Ég var alveg að fara á þess að fundi svona 2 árum eftir að ég fór í meðferð. Já, en svo getur þau alltaf sko, það er alltaf hægt að hafa samband og fá að koma aftur á þessa fundi ef maður er svona eitthvað tæpur sko. Já. Þau eru samt alveg búin að henda mér út af þessum fundum. Það er líka líður svo langur tími sko. En svo kemur bakslag, er það ekki rétt? Já. Eins og oft er. Já. Það er náttúrulega bara eiginlega partur af þessu. Já. En getur eitthvað sagt okkur frá því? Já, það var í 2004. Ég veit ekki einu sinni hvað gerðist. Mér byrjaði bara aftur að líða svona rosalega illa. Já. Og þá kom bara svona, þetta hjálpaði mér síðast, sem það gerði náttúrulega ekki. En þetta er bara svona ránkugsun. Og þá, ég byrjaði aftur að reykja gras í byrjunni, 2004. Já. Og síðan, ég gerði það í alveg frekar langan tíma. Já, bólufriðin. Já, mikið í því. Og ég get ekki, ég þekki sumt fólk sem að gera það ennþá og þau geta gert þetta bara svona einustu viku. Svoleiðis, ég get það ekki. Ég þarf að vera í allan daginn bara á hverjum degi. Já. Og síðan byrjaði ég aftur taka ADHD-lyf sem að endaði mjög oft mjög illa fyrir mig. Já. Það eiginlega endaði oftast í að ég myndi liggja fyrir mig og halda að ég verið að fá hjartaáfall. Svo að ég kann ekki moderation. Ég get ekki gert smá. Nei, ég þarf að gera þetta full force alltaf. Og var það púlsinn kannski orðin mjög hár hjá þér? Já, það er alveg svona, ég heyrði í hjartanum mínu bara. Öndunareruleikar? Leður eins og þú var þetta var alveg svona, ég hefði ætti að fara upp á sjúkrahús en ég bara svona fór í staðan að sofa. Það var ekki að sofa. En... Já. Hvernig náður aftur vopnið þínu? Hvernig náður að snúa aftur á braut? Og ég fór aftur á þess að funda í miðjunni af þessari svona bakslægi. Þá vildi ég verða aftur edrú en ég saði ekki neitt við þig. Ég spurði bara að fara aftur á fundinu. Þannig ég reyndi það og séðan féll ég á því. Og síðan var það eiginlega bara svona, það var búið að grípa mig. Og það var byrjað, þau föttuð að ég var í neyslu. Þú leyft einhverjum að grípa þig? Þau sem að sá fundina áttu þess að bara, heyrðu, þetta er ekki þetta er ekki rétt. Já. Það tegðu út hendina til þín og þú varst tilbúin til þess að þykjana. Hjálpar hönd? Nei. Þau hendu mér alveg bara á fundunum. En höfðu samband við mig og sagðu, heyrðu, það þarf að hér þarf að taka í taumana. Aha. Já. Ég vissi þetta ekki. Nei. Ég
Svona er þetta, ef þú ferðið viðtal á samstöðinu þá ferðið að vita ýmislegt mömmuðinni. Já. Nei, og síðan ég held bara að þegar þú fannst út þá byrjaði að vera svona það var rosa mikið bara ég hrætti mömmuna, ég veit ekki hann sem byrjaði út í mig þannig að ég hætti eiginlega í þetta skipti bara svona byrjaði vegna þess að ég var að hætta fyrir fjölskyldunum mína. Já. Og síðan er ég bara búin að En það sem að kemur náttúrulega þarna sem þú kannski áttar þig ekki á, ég veit það ekki, er að þarna sko ferðu aðeins tilbaka og ferðu að gera aftur það sem þú gerðir þegar þú varst nýkomin úr meðferðinni. Já. Að þá svona eins og þú orðar það áðan sko, hann er vopnum búinn, hann er með tæki og tól. Já. Og það fer ekkert þótt maður falli og... Nei, það er, þú veist auðvitað þetta bara þú átt þessa þekkingu til. Þess vegna þurfti ég ekki að fara eitthvað aftur í þessu bakslægi. Ég var komið með þetta allt. Ég þurfti bara að byrja að nota það aftur. Já. Og þannig að það verður sigur. Annars sigur. Já. Já. Og nú hefur verið þetta í ár, er það ekki? Svona það bil. Það bil. Og hvernig líður þér? Ég meina þetta er drullu erfitt. Já. En þú veist, ég er ennþá á eiginlega þeim punkt þar sem ég hugsa bara svona ef ég byrja aftur að nota eiturlyf þá mun ég deyja. Já. Sem ég langar ekki. Nei. Sem er svona minn stærsti mótvitur. Já. En ég veit líka stundum gleymi ég að mér mun líða ógeðslega illa ef ég byrja að nota eiturlyf. Já. Maður svona gleymi því stundum. Já. Sem ég tala glansmynd, það kom svona glansmynd upp í hugan að einhverju sem að verður aldrei nálægt raunveruleikanum. Þannig að en þá er væntanlega mikilvægt að deila hugsunum þínum með öðrum og vera svona bæði sjálfur vakandi og leyfa öðrum að vera vakandi yfir sér. Er það ekki? Er það ekki það sem þetta gengur svolítið út? Hvernig leið þér, Harpa, þegar hann féll? Það var ótrúlega skrítið að sko það er auðvitað þegar við erum í storminum miðjum þarna 2022 þá var ég í algjör skralli bara eins og foreldrar eru í þessari stöðu þú veist og líka hafði mjög óraunhæfa sko, mynd af því hversu miklu skralli ég var í. Ég gerði mér enga grein fyrir hvað ég var í miklu rusli sjálf. Nei, svo taka við bara svona þarna ára þú veist, tímabil af að byggja sig upp og verða aftur bara manneskjan sem ég var að því ég var einhvern veginn bara orðin að einhverju svona varðhundi fyrir barn sem vildi ekki láta passa sig og það er ekki mjög gefandi það er ekki mjög gefandi hlutverk en svo bara svona byggist lífið upp aftur og ég verð einhvern veginn bara aftur að alvöru mannesku svo kemur þetta og ég bara hrundi niður á núllpunkt bara á einu augnabliki það gerist bara eins og bara kemur bara svona skellur og bara, maður er bara kýldur niður og þá reyndar rifjaðast upp fyrir mér að þegar að því að við fórum í gegnum svona foreldranámskeið þegar hann var í meðferðinni þá fórum við á foreldranámskeið og þar var sagt við mig Fyrirgeðu skýtinni foreldranámskeið fór það fram í Hollandi? Já. Við áður við fengjum að hitta hann aftur þá þurftum við að vera búin að fara aðeins í gegnum þetta og læra aðeins hvað hann væri búin að læra og takast aðeins á við hvernig foreldrar við ætluðum að vera á svona. Þetta er náttúrulega verk allar fjölskyldunar. Tala ekki þegar maður er með svona lítið barn sko. En það, af því að það var þarna svona fjölskylduráðgjafi þarna sem að sagði við mig á þessum tíma þegar við erum úti, hann sagði svona ef þú gætir redda þessu bara snúðu öllu við þannig að hún er liðið bara miklu betur og allt og það væri engin neysla og allt væri bara í lukkunar velstandi, myndur þú gera það? Og ég bara, já, þetta myndi ég gera það
Ertu búin að reyna það? Já, auðvitað. Hefur það virkað? Nei. Þá skaltu átta þig á því að þú getur það ekki. Nei. Ef þú gætir það, þá værir þú búin að því. Já. Þannig að... Þetta er svona opnaði augun þín. Já, þetta einhvern veginn opnaði augun mín bara, auðvitað. Ef ég gæti breytt þessu, þá væri ég auðvitað löngu búin að því. Þannig að ástæðan fyrir því að allt er hérna í skralli hlýtur að vera að ég get það ekki. og þarna rifjaðist það upp bara ég stjórna þess ekki eins mikið og mér langar til að stjórna öllu að þá stjórna ég þess ekki. Leiðilegur umræðukafli fyrir þig. Já. Ég stjórna þess ekki og það var svolítið gott fyrir mig þarna þegar þetta gerist 2 árum eftir hann kemur tilbaka að ég get ekki ráðið þessu og þá einhvern veginn gat ég svona hirt mig upp og í rauninni hjálpað honum að Þú náðir einhverjar tæklur af Já, þá gat ég hjálpað honum að virkja verkfærin sem að hann átti því að en eins og þarna fyrst þegar ég bara ef ég segi ljótt bara andskoti bara erum við aftur komið þarna að þá voru svona fyrstu viðbrögð bara en svo áttaði maður bara þetta er ekki mitt verkefni en ég get hjálpað honum að koma því af stað. Já. Þetta er flókið ferðalag. Já. En bara frábært og náttúrulega fyrir mestu að hér sérstu bara ég tengi alveg við það sem hún segir að það getur verið svolítið yfir þyrmandi að maður ætli bara alltaf að vera edrú en mitt eins og þú segir sjálfur þá eru sannlega hugmyndirnar einhvern létti frá lífinu ekki byggðar á raunsærri skoðun heldur einhverju klikkun og við erum ansi mörg klikkuð í þessum heimi, þú ert ekki einn en það er frábært að þú sért í blúsandi bata og ég efast ekki að það að þú þorir að koma hérna og segja sögu þína hjálpar mjög mörgum hugrakkur og flottur og það voru gaman að sjá hvort þú myndi ekki bara finna haminguna í lífinu því að það gæti nú hreinlega orðið þannig en þá langar mig aðeins og Harpa vel gert rosa vel gert en nú langar mig aðeins að víkja talinu að því að þið búið yfir einhverjum upplýsingum það að það kunna vera mismunandi hverjir fái þessa endurgreiðslu eða fyrirgreiðslu áður en fyrir þangað hafa önnur íslandsbörn farið á þessa sömu meðferðarstöð í Holland Já. Við vitum til þess að einhverju 2 aðrir hafi farið Svo höfum við heyrt Spán og Suður-Ameríku Suður-Afríku Já. Og nú það sem að því að nú erum búin að sjá í fjölmiðlum og heyra frá foreldrum sem eiga drengi sem eru núna í Suður-Afríku og fá ekki greitt þurfa að greiða þetta allt úr eigin vasa og það getur vel verið að það sé út af einhverjum reglum eða eitthvað nú þekki ég ekki þá meðferðarstofnun neitt. Kannski getur hún ekki sýnt fram á þessar sömu vottanir eins og þessi stofnun sem við vorum á en það getur verið að það sé þess vegna sem þau fá ekki greitt en það sem mér finnst mjög ósanngjarnt það er að okkar fordæmi er til og þess vegna þá finnst mér mjög ósanngjarnt að fólki sé ekki bent á það að það er sem sagt hægt að fá meðferð fyrir börn greidda af sjúkratryggingum meðferð fyrir börn erlendis það er hægt
en hún þarf að uppfylla, þú veist, það þarf að uppfylla þessi skilyrði, að biðin sé of löng, að vandinn sé mikill og að staðurinn sem farið á geti sýnt fram á að vera vottuð læknismeðferð. Já. Og þetta vita barnaverndaryfirvöld. Ég meina, við erum bara við erum lifandi dæmi það. Já. Og þá finnst mér mjög ósanngjarnt að aðrir foreldrar og fjölskyldur sem að koma á eftir okkur skuli líka þurfa að ganga í gegnum að finna eitthvað sjálf, að reyna eitthvað að klóra eitthvað staðar eitthvað, þegar að það er alveg vitað um stað þar sem að börnin geta farið, sem að sjúkratryggingar munu borga, og ég skil ekki af hverju þeim var ekki bent á það í upphafi. Og ímynda mér einhvern veginn, þú veist, auðvitað eru kannski nákvæmlega þessi staður hentar ekki öllum. Það er alveg ljóst. Já. En einhverjir hefðu kannski kosið að láta á það reyna að prófa þetta frekar en að fara út í óvissuna með að vita ekki hvort maður þurfa að selja húsið sitt eða ekki, sko. Og ég velti fyrir mér hvort að það geti stafað af því að þegar að við förum af stað, þá er hann ekki með neina svona staðfesta neyslusögu. Meðan þessir krakkar sem eru núna þarna úti hafa það. Og það er þetta með að það er eins og snýst þetta að vera í velferðarkerfinu eða heilbrigðiskerfinu. Er svona það sem að það er það eina sem ég sé að já. Þannig að þú upplifir þetta sem ákveðna óreiðu í kerfinu. Já, og mér finnst í rauninni ámælisvert að fólki sem að stendur í þessum sporum í dag skuli ekki vera bent á að þetta fordæmi sér til. Já. Því að ég get ekki ímyndað mér annað en að fólk myndi vilja reyna það. Nei. Einmitt. Það má líka bara benda á það í þessu samhengi að samfélagslegur ábati af því að ungur einstaklingur, ekki síst, fái bata við sínum einum, hann er sennilega margfaldur á við meðferðarkostnaði. Ríkið greiddi 11 milljónir fyrir þessa meðferð fyrir rúmum, eða rétt tæpum 4 árum. Það hefur skilað sér margfalt tilbaka. Ríkið er ekki að koma út í mínus á þessu, ef maður bara ímyndar sér hvernig þetta hefði getað þróast, sko. Og þau úrræði sem er verið að bjóða upp á Íslandi, jafnvel þó að þau kannski skil ekki alltaf árangri og þetta, þau eru líka dýr. Já. En þegar þið hugsið og horfið aftur, ef þér hefði boðist á sínum tíma að fara sem bara til Akureyrar eða eitthvað svoleiðis og fara í meðferð þar, heldurðu að þú hefðir valið það eða eftir á að hyggja var hluti af batanum og ævintýrinu að fara einmitt til annars lands, eða hvernig líður þér með slíkar vangaveltur? Ég meina, ef þið væri með jafn góðan stað á Akureyri hefði ég náttúrulega farið á Akureyri. Já. En það bara er ekki nógu góðir staðir til þess að geta svona meðferðarstaðir á Íslandi til þess að hjálpa mikið, eða þess að geta hjálpa sumum. En það er líka ekkert, það er bara vandamál við hve lítið Ísland er. Það er ekki hægt að manna svona staði nógu mikið til þess að það geti hjálpað öllum og hjálpað vel. Einmitt, bara við erum lítið samfélag og þetta er svo sérhæft meðferðarúrræði að það er ekkert óeðlilegt við það
að við reynum ekki alltaf að koma upp allir þjónustu hér heldur Akkúrat. getum þá bara sendt börnin okkar og farið sjálf út fyrir landsteinuna í Það ákveðnum tilvikum. eru aðrir búin að sérhæfa sig í þessu og ég hef stundum sko nefnt það að það er engin hjartadeild í Árneshreppi. Nei, Þú veist, það er bara, þú veist, Ísland er agnarlítið já, og ég hef saman sko, þú veist, til dæmis þarna á Jesvíkan, þar sem hann fór, þar er mönnunar hlutfallið 1 á móti 4. Það er sem sagt 4 starfsmenn fyrir hvern einn skjólstæðing já, og ég bara veit ekki hvort að við réðum við það nei, hér. nei, Það væri frábært. Auðvitað hefði í rauninni sko bæði allur eftir á stuðningur væri auðveldari ef þetta væri, ef eitthvað svona væri hér já, já, og að samaskapi þá var þetta erfitt að gera þetta ekki á móðmálinu sínu. Já. Það er líka erfitt að hérna þó að íslenskir unglingar sem er mjög góður í ensku já, svona heilt yfir að þá er þetta samt já, líka eitthvað svona tungumál sem að maður eða svona orðfæri sem að maður kannski kann ekkert þó maður kunni svona þokkalega hversdagslegt mál sko. einmitt. Þannig að þið gerið ekki tilkall til að þessi þjónusta sé veitt hér innanlands þótt að þetta hafi náttúrulega verið rosalega langur tími sem á nefnir að biðröðina 8 mánuðir, það er náttúrulega alveg skelfilegt sko. Þetta er bráða vandi, það getur Sko, munað hvert sólarhring. Já, ég er ekkert viss um að það sé raunhæft Nei, að við myndum að þetta væri hægt nei, en auðvitað þarf samt að vera þú veist, það þarf að vera eitthvað en svo hef ég líka hugsað sko það eru auðvitað ýmis úrræði til á Íslandi en það þau eru umsetin það er mikil ásögn í þau og kannski væri hægt að létta af þeirri sko létta svolítið pressunni af þessum úrræðum með því að senda suma eitthvað annað. já. En það þarf náttúrulega að vera jafnræði í því að við njótum sömu fyrirgreiðslu. Já, og að það sé, þú veist, en þessi möguleiki er til, þessi leið hefur verið farin og virkaði bara alveg ljómandi vel. Já. Að þá finnst mér svo skrítið að bjóða ekki fólki upp á það. Já. Því þetta er ekkert dýrara fyrir ríkið heldur en að vera með þessa krakka hangandi í lausu lofti einhvers staðar, sko. Já. Og svona eins og ég skildi það er nánast tilviljun að þú fékkst þessar 11 milljónir króna endurgreiddar. Já, sko, það er tilviljun að meðferðarstofnunin sem að við römbuðum á og völdum gat sýnt fram á þessar vottanir sem að þurfti til þess að geta fengið þessa endurgreiðslu því að ég held að munurinn liggi þar og ég held að það var auðvitað, ég vissi það ekki fyrirfram þegar við vorum þegar ég satt með einhverja 7 vefsíðu glugga opna bara hvað þessi ætli sér best sko. Og nú er einmitt fjárhagslegt öryggi eitt af því sem hlýtur að vera gott fyrir alka, fíkla, alla þá sem er með vandamála að búa við þannig að já, þetta er mjög mikið umhugsunar efni allt saman. Já. En það er náttúrulega alveg frábært bara að þú sést edrú, Hjörtur, og er eitthvað sem það langar til þess að segja við krakka, væri það mjög vandræðilegt og hallærislegt eða myndir við vilja nota tækifærið, þú mátt alveg segja nei en er eitthvað svona sem það langar að segja? Það kemur ekki mikið til huga, sko. Nei. Kannski að nýta tækifærin sem manni bjóðast. Já. En finnur þú fyrir þakklæti að hafa haft stuðningsnet í kringu þig? Já, ég er mjög þakkláttur, það er búið að bjarga lífinu mínu. Já. Bara literally. Og heimurinn er kannski oft svolítið annar en maður heldur að hann sé þegar maður er á vondum stað. Já. Það er kannski eitthvað fyrir krakkana og sem okkur öll hérna pæli, þá getur verið rétt að aðhafast, mikilvægt að sökkva ekki lengra og lengra. Já. Þannig að þú mætir í skólan í dag.
Það er jólafrí. Það er jólafrí. En sem sagt, þú ert komin í, Já. Og í vinnu Já. og það var svona, þetta var svolítið skrítið sko, að vera búin að vera með hann einhvern veginn svona í þessu ástandi að þá verður allt svo dýrmætt. Já. Það er bara, vá, þú veist Litlu bara, hlutirnir. já, bara hann bakaði smákökur og þá bara eitthvað, vá, æðislegt. En það er æðislegt. Já, Þið eru búin að vera frábæri gestir. Ég er ykkur mjög þakklátur báðum fyrir að koma og spjalla við mig og eins og ég sagði það er ekki að efast það að svona samtöl hjálpa mörgum að reiða burt fordómum að það getur orðið til þess að auka jöfnuð manna á meðal þeirra sem er í þessum aðstæðum, þá er það líka bara til bóta. En kærar þakkir Hjörtur fyrir að koma og gangi allt í haginn. Takk fyrir að hafa mig. Og Harpa, takk fyrir komuna. Takk. Og við erum ekki hætt hér, næsti kafli eftir andartak. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.